Við ætlum að skoða línulega nálgun og í framhaldi ætlum við svo að skoða hærra stiga nálgunum, það sem við kallum Taylor-margliður, en byrjum hérna á línulegu nálgunni. Við tölum um línulega nálgun við eitthvað fall í nágrenni punkts C. Og stundum segjum við bara, í steðan fyrir að segja í nágrenni punktsins C, þá segjum við C. Þetta er bara svona talmáti þetta. Þetta er línulega nálgun C. Hvað erum við að gera þegar við reiknum línulega nálgunina? Við erum að finna annað fall sem er sirka eins og fallið. Þetta er nálgun við fallið og línulega nálgun er nákvæmlega bara snertill. Þannig að við kunnum formúla fyrir hvernig línulega nálgun er. Það er bara snertill þarna í punktinum sem við erum að finna nálgunina. Og við skulum pröfa kannski bara að reikna eitt svona dæmi og skoða sjá mynd hvað er við eiginlega að reikna. Og svo skulum við ræða aðeins af hverju þetta er svona sniðugt. Þannig að byrjum bara dæmi. Finnum línulega nálgun. Við fallið f af x, sem er x í mínus 3, punktinn 2. Þannig langar að fá nálgun við fallið í nálægt 2. Og ég segi, þetta er snertill í 2. Sem sagt, ég reikna línulega nálgunin mín er f diffrað í 2 sem x mínus 2 pluss fallið í 2. Ekkert nýtt hér, þetta er bara jafna snertils. Og við diffrum og við reiknum út þessu og við skulum hafa hérna milliskrefin. F diffrað er mínus 3x í mínus 4. F diffrað í 2 er þá mínus 3 sinnum 2 í mínus 4. Sem að verður mínus 3 deilt með 16. Og við setjum inn jöfnu okkar. 11x er jafnt mínus 3 deilt með 16 sinnum x mínus 2 pluss fallgildi í 2, það er 1 á móti 2 í 3, sem sagt 1 á móti 8. Og ég get einfaldað þetta og segja að þetta er mínus 3 16x og ég margfaldar í svigan og tek saman liðina og fæ út hálfan. Þið getið stoppað og lagt þetta saman ef þið viljið. Og ég er sem sagt komið með hérna, þessi hérna beina lína, hún er sirka eins og fallið f ef ég er nálægt punktinum 2. Sjá mynd. Skulum opna MATLAB. Við skulum teikna x á einhverju bili í kringum punktin 2 og segja að við förum frá 1 með skreflengd 0,01 upp í, hvað við segja, 5. Við búum til fallið okkar sem er x í veldinu mínus 3. Og að því við erum að fara að taka hvert einasta staki við erum x og setja í veldi og setjum punktur hérna, setjum hvert punkt í veldi mínus 3 og svo plottum við þetta. Plott x, f og fáum myndina hér. Ég ætla að bæta strax við punkturum sem við vorum að nálga Þannig að ég ætla að skrifa hold on áður en ég teikna meira og svo segi plott 2, fallgildi í 2, 1/8. Ég ætla að hafa það sem svona stjörnu, þá sjáum við punktin vonandi. Það akkurat hérna fann ég snertilinn og við erum búin að finna jafnvel fyrir það, en ég ætla að skrifa línuna hérna upp. Það var mínus 3 sinnum x deilt með 16 pluss hálfur. Svo segjum við plott x, l, ef að hafa þá línu rauða. Þannig að ég segi, hérna er ég með feril minn f og ég er með línulega nálgun, ég ber snertilinn inn 2. Og ef að ég, sem sagt, í staðinn fyrir að nota rauðlínuna, í staðinn fyrir að nota bláa ferilinn, nota rauðlínuna og ég held mig nálægt þessum punktina 2, þá er ég með nokkuð góða nálgun. Það er að segja, það er ekki mikil munur á bláa og rauða ferillinum ef ég held mig nálægt punktinum 2. Auðvitað ef við komum hérna langt frá í 4 eða eitthvað svoleiðis, þá erum við komið með kolvitlaust skildi ef við myndum reikna í staðinn nálgunna frekar að reikna ferilinn. En ef við erum nálægt, þá er þetta bara mjög fín nálgun. Við skulum pröfa að reikna einhver gildi. Við förum aftur hérna í reikniblaðið okkar. Þannig að l
er nálgun við f, nálægt 2. Sem sagt, ég er að segja 11x er sirka það sama og fallið ef ég er nálægt 2. Pröfum að reikna eitthvað gildi. Pröfum að reikna f 11 2,1, sjá ég fyrir 0,1 frá 2. Hvernig reikna ég það? Það er hérna mínus 3/16 sinnum 2,1 pluss hálfur. Jafnvel sjá við er þægilegra að þegar við erum að reikna út gildi sem er nálægt að setja inn í þessa hérna jöfnu. Þá fá ég 2,1 mínus 2 sem er 0,1. En allt endar þetta auðvitað á sama stað. Við getum reiknað út gildið og við fáum, hvað fáum við? 0,10625. Ef við tekum þessa aukastafi með. Hvað ætli fallið sé sjálft í þessum punkti ef við reikna f á 2,1? Ég er að segja að þetta hér sé sirka f á 2,1, en hvað ætli ég sé langt frá? Og við pröfum að reikna 1 á móti 2,1 í þriðaveldi til að gá hérna og við fáum 0,10798. Þetta er rétt gildi og þetta er nálgunargildið hérna. Og sjáðu, við erum ekki svo langt frá. Fengum 0,106 eða 0,107. 0,108 sjáðu ef við námum rétt hérna. Þannig að við getum sagt að það er einhver skekkja þarna á þriðja aukastaf. Og pröfum að sjá myndinni hvar við erum. Í 2,1, sjáðu það er 0,5 hérna á milli, allir sé ekki cirka hérna. Sjáðu ég er hér, cirka. 2,12 er þarna. Sjáðu það er ekki mikill munur á fallinu og nálguninni. En auðvitað skiptir máli í hvað samhengi við erum til að vita hvað er ekki mikill munur. Hvað þurfum við mikla nákvæmni? Við þurfum að meta það bara í hverju tilfelli fyrir sig. Það er bara eftir hvað við erum að reikna. Og það sem er sniðugt við þessa línulegu nálgun er það líka til formúla sem segir okkur eitthvað mat á skekkjuna. Og skulum pröfa að skoða hana. Við skrifum upp setningu eða reglu 631. Og reglan kemur hérna, línuleg nálgun. Hún segir, ef fallið f er tvisvarsinnum diffrænlegt á opnabílnum frá a til b, það þýðir að það er hægt að diffra fallið og það afleiðan er líka diffrænlegt fall. Og þá segir setningin, og sé er einhver tala á milli a og b, þá er alltaf til s á milli x og c fyrir öll x þar sem fallið er skilgreint á þessu bíli þarna sem við erum að skoða. Þannig að fallið mitt er jafnt og línulega nálgunin plús þessi hérna liður. Þannig að hérna er eitthvað s sem er á milli x og c. X og c er hérna c-punktur sem við erum að nálgum og x er bara fallbreytan. Og línulega nálgunin hérna, þetta er snertillinn í punktunum, bara jafnan fyrir línulega nálgunin sem við skoðum á það. Þannig að ég er að segja sem sagt, þessi setning er að segja, hérna erum við komið með einhvers konar mat á skekkjuna. Á milli fallsins sjálfs og nálguninnar. Það er fallið er jafnt á nálgunin pluss eitthvað auka þarna. Við getum metið hvað er eiginlega þetta hérna þegar ég var að nota L í staðinn fyrir F, ég var að nota nálgunina í staðinn fyrir fallið. Hver er þá skekkjan? Og hérna er komið mat á hana. Nú, þessi formúla sé svona, að mat á skekkju nálguninnar sé svona, það byggir á meðalgildisetningunni og í raun og veru á almennu meðalgildisetningunni. Sönnunin er þarna í glósanum og ég mæli með að þið kíki í gegnum hana, en við skulum pröfa núna sjálf að taka smá dæmi. Við skulum pröfa að sjá eitthvað falla sem við finnum nálgunina og svo metum við skekkjuna. Við ætlum sem sagt að finna línulega nálgun við f af x eftir sínus af x 0 og ætlum að meta skekkjuna. Það sem við gerum þegar við erum að meta skekkjuna, við erum að reyna að finna einhver efri mörk á hver skekkjan er. Við erum að segja hvað er villa mín í mesta lagi. Finnum efri mörk á skekkjuna.
Ok, þannig að við segjum fyrsta lagi. Línulega nálgunin 0 er þá afleiðan í 0 sem x mínus 0 pluss fallgildið í 0. Og við veitum að f-diffrað er kosinus. Þannig að f-diffrað í einum er kosinus af, f-diffrað í 0 er kosinus af 0 sem er 1. Og f af 0 er bara 0, því að sínus af 0 er 0. Smá krassblað hérna við hliðina. Þannig að við fáum, þetta er 1 og x og svo pluss 0, þannig að við fáum bara x. Þannig ég er að segja, sínus af x er cirka x ef við nálægt 0. Okay, þetta getur verið gagnlegt. Ég hugsa að sé ekki mörg okkar sem getum reiknað sínus af 0,1 í huganum. Ég veit að ég get það ekki, en ég veit að það er cirka 0,1 út af línulegu nálguninni. Og þá spurning, hvað er ég langt frá? Hvað er þetta góð nálgun? Þá fyrir við að meta efri mörk á skekkjuna og við reiknum. Ég ætla að segja, f tvímert í s deilt með 2 sinnum x mínus c er 0 og í öðruveldi. Og s er tala milli x og 0. Og til að kalla þetta eitthvað þá gefum við svo oft nafnið e. E bara fyrir error. Segjum þetta er e af x hérna. Ok, ég þarf sem sagt til að reikna þetta út þá þarf ég að reikna f tvídiffrað. Þannig að ég tek hérna f diffrað. Tek afleiðunum mín á kósinus og diffraðana. Kósinus verður mínus sínus. Og ég seti inn í þetta hérna. Við segjum mínus sínus af s að við deilt með 2 sinnum x í öðru. Ok, við höfum ekkert alltaf áhuga á að vita hvort að skekkjan sé upp á við eða niður á við. Stundum viljum við meta akkurat það og þá gerum við það ákveðin hátt sem ég sýni ykkur setna. En stundum höfum við bara áhuga á stærðargráðan á villunni. Oftast höfum við það bara. Þannig að þegar ég er að spá í stærðargráðan á villunni, þá er ég ekki að spá í hvort þessi plús eða mínus, ég er bara að spá í hvað talan er stór. Þannig ég tek tölugildið af tölunni hérna. Og þegar ég er búin að gera það, þá get ég sagt, ok, ég er með sínus af s, þessi hérna tala. Þegar ég er með tölugildið af sínus, þá veit ég er einhvers staðar á milli 0 og 1. Þannig að ef ég sleppi því að margfalda með þessari tölu á milli 0 og 1, þá fæ ég einhverja tölu sem er stærri. Þannig að þessi hér stærð, er ég að segja, getur í mesta lagi verið x í öðru deilt með 2. Það er minni en 1 og stærri 0. Stærri jafnt á. Þannig að ég er komið þannig þegar ég að skekkja mín, hérna, munurinn sem sagt á milli réttagildisins og nálgunar er í mesta lagi x í öðru deilt með 2. Þannig að hérna er sem sagt skekkjan er í mesta lagi 0,1 í öðru deilt með 2. Og sjáðu 0,1 í öðru, það er 0,005. Það er ekki mikið skekkja. Sjáðu, af því að ég reiknaði tölugildið þarna af skekkjunni, ég var bara að meta stærðina af skekkjunni, þá er sem sagt að segja að sínus af 0,1 sé jafnt og 0,1 pluss eða mínus 0,005. Eða með öðrum orðum, ég er að segja að sínus af 0,1 sé einhvers staðar á milli 0,1 pluss 0,005 og 0,1 mínus 0,005. Einhvers staðar á þessu bili er hið rétta gildi fyrir sínus af 0,1. Nú, þetta er að því ég tók tölgildi, þá er þetta pluss eða mínus þessi tala hérna. Ég sagði bara hver er stærðargráðan á skekkjunni. Við getum metið hvort að skekkjan sé pósitív eða negatív. Stundum viljum við gera það, viljum vita, er þetta aðeins of hátt gildi eða aðeins of lágt gildi? Er þetta ofmat eða vanmat á gildi mitt? Þetta hérna á 0,1. Ætti þetta í raun að vera aðeins hærra eða ætti þetta í raun að vera aðeins lægra? Það sem við getum gert þá er að skoða formerkið á skekkjunni. Þannig að við skulum pröfa að gera það bara líka hérna. Því ekki það. Ef við segjum skekkjan. Og nú er ég að spá í akkurat í punktu 0,1. 0,1.
svona. Hún mínus sínus af s deilt með 2 sem 0,1 í öðru veldi. Og s tala milli 0 og 0,1. Ok, þannig að ég get núna að meti hvort þetta sé plústala eða mínustala. Það segir mér eitthvað hvort fallið mitt sé aðeins fyrir ofan eða aðeins fyrir neðan réttgildi. Nálgun mín sé aðeins fyrir ofan eða aðeins fyrir neðan. Og munum hérna, ef ég segi f af x, það var línulega nálgunin pluss þessi villulegu sem ég kalla núna e. Þannig við sjáum að e af x sem sagt fallið mínus línulega nálgunin. Ef að e af x minna en 0, og þá f af x mínus l líka minna en 0, því það 1, þá sem sagt f af x minna en l af x. L af x sem sagt ofmat á f. Það aðeins stærra heldur en raunverulegt gildi. En aftur á móti, ef e af x stærra en 0, nú þá þessi stærð þannig stærra en 0 og við endum með að f af x stærra en línulega nálgunin. Þannig að línulega nálgunin aðeins of lítið með við rétt gildi. Og pröfum að sjá hvað við erum með hérna. Hvað erum við með hér? Við erum með sínus af s. S tala milli 0 og 0,1. Við þekkjum sínusfallið lítið svona út hérna hægra megin við 0. Þannig ég einhvers staðar hérna. Ég sé að sínus eitthvað pósitív tala. Þetta stærra en 0. Eitthvað í öðru veldi þessi hérna stærð að sjálfsögðu líka stærra en 0 og þá stendur eftir mínusin hérna. Þannig að þetta hér, e af 0,1, minna en 0. Sem sagt, skekkja mín minna en 0. Það þýðir að fall mitt aðeins minna heldur en línulega nálgunin. Pröfum að sjá hvort þetta rími vel við mynd ef við teiknum fallið okkar og nálgunina. Teiknum hérna mynd í MATLAB og sjáum hvað það vilja skrifa hérna fyrir mér. Ef að segja frá -2 upp í 2. Við plottum x, sínus af x. Við biðjum að fá fleiri ferðlegin á þetta og plottum líka x, x. Munið línulega nálgunum bara x. Þannig að ef ég fyrir 0,1 hérna og við skulum zooma inn hérna, svona, og sjáum að rauða línan hérna megin við 0 fyrir ofan. X stærra en sínus af x. Þannig að þegar ég reikna út 0,11 af 0,1 segjum ég sé, og við skulum zooma bara þessi inn, þá rauða línan, og það sést nú bara eiginlega ekki munun hérna. Það í 0,1 rauða línan aðeins fyrir ofan blá línuna. Maður sér aðeins betur þegar maður komin hérna lengra frá. Hvernig ríma það við það sem við reiknum? Við sögðum f-ið aðeins fyrir neðan nálgunina. Þannig að þetta ríma bara mjög vel. Förum aftur, zoomum aftur út. F-ið aðeins fyrir neðan nálgunina. Þannig að í þessu dæmi þá sáum við sínus af 0,1 með línulega nálgun 0,1. Það sirka gildið á sínus. Skekkjan pluss eða mínus 0,05 ef við spáum bara í stærðargráðinni. En svo sáum við líka að við getum fundið út að skekkjan negatív. Og það segir okkur þá að við séum með pínlítið ofmat á hvert fallgildið í raun og veru. Þannig að ef við reiknum 11 af 0,1 fáum við aðeins svo stóra tölu. Ok, hvað segir það okkur hérna bilið sem við vorum búin að setja upp? Og við getum í staðinn fyrir að segja pluss og mínus 0,05, þá getum við látið nægja að segja mínus 0,05. Sleppt þessu hérna. Og við erum búin að minnka aðeins bilið fyrir hvað rétt gildi Ef við horfum á myndina hérna, þá ég að segja í þessum hérna punkti, segjum nú að punktur 0,1 væri hér, sem hann ekki enn, bara svo við sjáum munn á myndinni. Þannig að það nóg að draga frá 0,05 til þess að við fari hérna yfir rétt gildi á fallinu. Og auðvitað við raun og veru hér. Þannig að teikna þetta upp hérna fríhendis. Lína mín hérna.
þá í 0,1 þá þyrfti ég að draga frá og þá er ég komið með þetta hérna bil sem er bilið mitt hérna og á þessu bili er rétt gildi fyrir fallið. Ok, í mörgum eðlisfræðilögmálum sem við